Lögreglustjórinn á Suðurnesjum telur að rétt hafi verið farið að því að lögregla beitti rafbyssu á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni í gærdag. Hann brenndist illa. Atvikinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu. Oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins í Reykjanesbæ ætla ekki að taka á móti fleiri hælisleitendum í bæinn. Þeir eru langt komnir með myndun nýs meirihluta í bæjarstjórn. Rússlandsforseti kom í opinbera heimsókn til Kína í dag. Það hefur verið gestkamp hjá Kínaforseta síðustu mánuði og stutt síðan Bandaríkjaforseti heimsótti hann. Gagnaver Vern á Ásbrú fær 5 sinnum meira rafmagn en áður með nýju tengivirki sem tekið var í notkun í dag. Bæjarstjóri segir líklegt að gagnaverum þar fjölgi. Göngufótbolti er fyrir alla, segir þjálfari hjá Þrótti sem hefur ferðast landið og kynnt þessa þægilegu íþrótt. Hún hendir sérstaklega vel þeim sem komnir séu af léttasta skeiði. Komiði sæl. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir afar ólíklegt að rafbyssa sem lögregla beitti á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni hafi orðið til þess að það kviknaði í honum. Lögregla hafi skipað sjónarvotti að eyða myndefni af atvikinum til að vernda einstaklinginn sem aðgerðin beindist að. Lögregla var kölluð til í Keflavíkurkirkjugarð vegna mannsins sem var talinn vera í miklu ójafnvægi. Hann var ekki samvinnuþýður að sögn lögreglu og því var rafbyssu beitt á mannin sem hafði hellt yfir sig bensíni. Í tilkynningu í gær sagði lögregla frá því að maðurinn hefði í kjölfarið borið að sér eld. Það getur kviknað eldur þegar rafvopnið er beitt á bensín, það sem bensín er. Er hugsanlegt að það hafi orðið til þess að það kviknaði í manninu? Við getum ekki séð það. Það er bara svoleiðis að drægnin var bara ekki með þeim hætti að við telum það mögulegt. Svo vil ég líka bæta við að rafvarnarvopnið er að sjálfsögðu aldrei beitt nema að meðalhófs sé gætt og að það sé talið vera aðstæðanum fyrir bestu. Maðurinn var fluttur á Landspítalann töluvert brenndur allan líkamann. Sjónarvotti sem tekið hafði atvikið upp á síma sinn var gert að eyða myndefninu. Gunnar Ingi Jóhannsson, hæstaréttarlögmaður, sagðist í hádegisfréttum telja að með því hefði lögregla farið út fyrir sínar valdheimildir. Margrét telur fyrirmælin réttlætanlegi ljósi aðstæðna. Já, þá voru gefin fyrirmæli á vettvangi. Þau voru gefin til þess að vernda einstaklingin og hans friðhelgi sem aðgerðin beindist að. Það var ekki gert til þess að verja störf lögreglunar enda eru þau skráð og eru til á myndbandi hérna úr fjölda búkmyndavéla og ennfremur frá rafvarnarvopninu sjálfu. Málinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu sem fær öll gögnin. Og við að sjálfsögðu eins og ég hef nefnt að við erum ekki hafinu við gagnrýni og við bíðum bara eftir þeirri skoðun. Frá því að lögregla hóf að nota rafbyssur í september 2024 og til ársloka 2025 var rafbyssu beitt 11 sinnum. Mun oftar voru þær dregnar úr slíðri til að ógna en þeim ekki beitt eða 100 sinnum. Til þess að lögreglumaður megi beita rafbyssu þarf hann að ljúka 2 daga námskeiði í bóklegu og verklegu. Lögreglufulltrúi sem sér þjálfunina segir að taka þurfi tillit til ýmissa þátta þegar rafbyssu er beitt, meta þurfi stöðuna hverju sinni. Þetta eru sekúndubrot sem að lögreglumenn hafa til þess að taka ákvörðun og velja hvaða valdbeitingartæki þeir ætla að nota. Þannig að það er svona þjálfunin snýst svolítið það líka hjá okkur, að við erum að þjálfa þá í þessari ákvörðunartöku. Engar reglur eru að ekki megi beita rafbyssu í návígi við eldfiman vökva. Að sjálfsögðu förum við yfir það að það er eitthvað sem við gætum þurft að varast í beitingu á taser en aftur þarna kemur það líka bara inn á það að lögreglumenn þurfa að vega og meta aðstæðu hverju sinni og maður sem er búinn að hella yfir sig eldfimum vökva getur verið mjög hættulegu lögreglumanni sérstaklega ef hann er með einhvað tæki í höndunum til þess að kveikja í sér bál. Þannig að það er líka eitthvað sem lögreglumenn verða að hafa í huga. Þannig að í þannig aðstæðum eru valdbeitingartæki sem að gera lögreglumennum kleift að halda fjarlægð, jafnvel ennþá hentugri heldur en önnur tæki. Og þá er það pólitíkin. Viðræður oddvita Sjálfstæðisflokks og Miðflokks meirihlutasamyndun í Reykjanesbæ hafa staðið síðan á kosninganótt. Oddvitarnir eru vongóðir og segja mikinn samhljóm verði af meirihlutanum verði ekki tekið á móti fleiri hælisleitendum í bænum. Í sveitarstjórnarkosningunum á laugardaginn fékk Sjálfstæðisflokkurinn flest atkvæði og 5 bæjarfulltrúa og Miðflokkur 1 en 6 þar til að mynda meirihluta í Reykjanesbæ.
Það gengur hægt en örugglega, sko. Það gengur bara vel, myndi ég segja. Þetta kannski skýrðist á kosninganóttunni, skulum við segja, sko, bæði hver niðurstaða kosningana var og svona hvernig kosninganóttin þróaðist, að þá var þetta svona rökrétt framhald, þetta samtal. Ég myndi nú ekki segja að það væri ofboðslega mikill munur í stærstu málefnum. Það er kannski bara áherslumunurinn í hverju stefnumáli fyrir sig og svona sem við erum að útfæra. Verði af þessu meirihluta tekur Reykjanesbær þá ekki á móti fleiri hælisleitendum? Nei, hann mun ekki taka við fleiri hælisleitendum. Ég held að við séum að tala sama tungumáli þar. Gerðu kröfum bæjarstjórastólinn? Ég hef ekkert sett það neitt. Við erum ekkert komið neitt þangað. Það er ekki eðlilegt að það verið þú með 5 bæjarfulltrúa? Við skulum bara leyfa viðræðunum að klárast. Ætlar að hætta á þingi? Ég hef bara alltaf sagt það að ef ég fer í aðra fulla vinnu þá hætti ég hinni vinnunum minni. Nú og flest bendir til að oddvitar þeirra flokkar sem Sjálfstæðisflokkurinn vill mynda meirihluta með í Reykjavíkurborg fái boð að hefja formlegar viðræður fyrir helgi. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna, nýtti daginn í dag til að ræða við sitt fólk. Það var alltaf sama miði sem fréttastofan hafði upp úr oddvitum og öðrum heimildamönnum þeirra flokkar sem eiga möguleika á að mynda nýjan meirihluta í borginni. Fátt að frétta og menn þreyttir eftir baráttu síðustu vikna. Lykilmenn sækjast nú eftir andrými og hvíld meðan þeir ráða ráðum sínum varðandi framhaldið. Sumir sem fréttastofa ræddi við í dag voru að ganga frá eftir kosningabaráttuna, hreinsa og tæma kosningaskrifstofur, leggja á ráðin og kanna sitt bakland. Í gær ræddi Hildur Björnsdóttir einslega við oddvita allra þeirra flokka sem fengu kjörna fulltrúa og notaði daginn í dag til að vinna úr þeim samtölum. Margt bendir til að hún ákveði fyrir helgi hvaða flokka hún velji til að hefja formlegar meirihlutarviðræður við. Það er svo spurning hvort þær viðræður gangi upp. Hildur hefur sagt að hana langi til að klára að mynda nýjan meirihluta fyrir 3. júní en þá er borgarstjórnarfundur eða eftir það bil 2 vikur. Og meira af pólitíkinni eftir sveitarstjórnarkosningarnar helgina. Því þekkt mynstur er að teiknast upp víða land þar sem Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur ræða samstarf í sveitarstjórnum. Óvanaleg staða er komin upp bæði í Skagafirði og Norðurþingi. Þeir hafa verið ófáir kaffibollarnir hjá oddvitum framboðslista allt land síðan á laugardag. Margir ræða málin og hlutirnir gerast hratt. Framsóknarflokkurinn vann stórsigur á Ísafirði, fékk 4 fulltrúa og hefur hafið meirihlutaviðræður við Viðreisn sem náðinn einum manni. Í Skagafirði urðu mikil tíðindi í kosningunum því Framsóknarflokkurinn varð ekki stærstur í fyrsta sinn í rúm 20 ár. Útlit er fyrir að Framsóknarmenn verði ekki meirihluta en byggðarlistinn fékk flest atkvæði og er í viðræðum við Sjálfstæðisflokkin. Fyrir Skagafjörð þá er það mjög óvenjulegt, það sætir nú eiginlega tíðindum en svo gæti farið. Á Akureyri hófust viðræður Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og L-lista strax á sunnudag. Samfylkingin sem bætti við sig manni nær ekki upp á pallborðið í meirihlutaviðræðum. Þeir eru skildir eftir og einhverjum ástæðum þá hafa kannski málefni hinna legið eitthvað nær hvert öðru, mögulega. Í Norðurþingi er athyglisverð staða. Þar leiðir Sjálfstæðisflokkur meirihlutaviðræður við Framsókn, Samfylkingu og Óskalistan. En það sem er kannski eftirtektarverðara er að þeir fóru þá leið að mynda, eða virðastur að fara þá leið að mynda aukin meirihluta, svo kallaðan. Það er að segja 7 af 9 bæjarfulltrúum. Á austanverðu landinu teiknast upp kunnulegt mynstur. Mögulegir meirihlutar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar, til dæmis í Múlaþingi, Fjarðarbyggð og á Hornafirði. Þetta er svo sem engin ný saga og það er rétt að hafa það í huga að meirihlutar Sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna víða landið eru mjög algengir. Putin, Rússlandsforseti, kom í 2 daga heimsókn til Xi Jinping, forseta Kína í dag. Nokkrir dagar eru síðan Bandaríkjaforseti heimsótti Beijing. Með Putin í för eru ráðherrar og stjórnendur stórfyrirtækja í Rússlandi. Kínverjar og Rússar hafa eflt samskiptin eftir að Rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu og hafa sætt refsiaðgerðum vesturvelda. Eftir það varð Kína enn mikilvægari útflutningsmarkaði fyrir Rússland en þangað flytja þeir stóran hluta af olíuframleiðslu sinni. Og Kína er líka afar mikilvægt í alþjóðastjórnmálum. Það hefur verið sérlega gestkvæmt hjá Xi Jinping síðan í fyrra. Eftir að Trump tók við embætti á ný hefur fjöldi þjóðarleiðtoga sótt hann heim. Þar á meðal eru forsætisráðherra Kanada, Bretlands, Finnlands og Suður-Kóreu sem höfðu ekki hitt Kínaforseta síðan Trump var síðast við völd.
Leiðtogar annarra ríkja hafa komið oftar, til dæmis leiðtogar Frakklands og Þýskalands, en ekki nándar nærri oft og Pútín. Það var orðið áleiðið í Beijing þegar hann lenti þar í dag. Hann sendi frá sér ávarp áður en að lagði af stað. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Albert Jónsson, sérfræðingur í utanríkis- og öryggismálum, vertu velkomin hingað til okkar. Eitthvað hægt að segja til það svona hverju Pútín vonast til þess að ná fram á fundinu með Xi Jinping núna? Já, nú talaði honum sem mest í mun að horfa til viðskipta. Kína stærsti, langstærsti kaupandi olíu og gasi frá Rússlandi. Já. Og Rússar mjög háðir því augljóslega en háðari núna því að þeir eru dálítið einangraðir í veröldinni og sækja viðskiptaþvingunum, þannig að Kína skiptir það enn meira máli en áður. Svo hygg ég að Pútín vilja einfaldlega fá út úr þessari heimsókn enn eina, þetta eru margir fundir sem þeir hafa átt félagarnir, en enn eina staðfestingu á vináttu og nánu samstarfi milli Rússlands og Kína og þetta samstarf skiptir þetta enn meira máli en áður vegna þess að Rússar, eins og ég nefndi, eru einangraðir frekar í veröldinni og þeim gengur mjög afar illa í Úkraínustríðinu og það alveg á hreinu að án stuðnings Kínverja gætu Rússar ekki haldið þessu stríði áfram. Þannig að þeir eru þarna, Pútín, með betlistaf í hendi í Peking að tryggja böndin. Já, en einu leyti skipta Rússar Kínverja máli og þá komum við að þeim sem voru að tala við þar áður, það Trump, það samkeppni við Bandaríkin á heimsvísu og þar horft til þess að Rússar eru þetta skoðanabræður Kínverja í mörgum atriðum og í alþjóðamálum að þeir eigi samvinnu saman að ná ítökum og áhrifum í alþjóðakerfinu. En eins og kom fram hér áðan í fréttinni þá hafa margir þjóðarleiðtogar verið að heimsækja Xi Jinping síðasta árið og þetta að lesa eitthvað sérstakt í það eða þýðir það bara eitthvað aukið mikilvægi í Kína? Já, það þýðir það nú kannski fyrst og fremst bara mikilvægi í Kína en skiptir máli að það hefur bæst við að Trump-stjórnin hefur gert Bandaríkin í augu margra, þar á meðal náinna samstarfsríkja Bandaríkjana, óáreiðanlegri bandamann en þeir voru áður. Og Trump-stjórnin hefur verið gagnrýnd fyrir þetta heima fyrir og að aflengi þess að segja að hún sé að rekja ríki sem skiptir Bandaríkin miklu máli í áttina, ídæmi í áttina að Kína. Akkurat þegar að Bandaríkin þurfa öllum sínum bandamönnum að halda í samkeppninni við Kína, þannig að þetta eina ástæða þess að það eru margir að koma til Kína sem mótvægi við það að Bandaríkin séu ekki eins áræðilegu bandamaður og áður. En nú stutt síðan að Trump var síðast í heimsókn hjá Xi Jinping. Þetta tilviljun? Eða það bara þeirra stuðning Kínafórseta? Já, þetta nú tilviljun vegna þess að það var ráðgerður fundur Trumps og Xi Jinping mánaðamótin mars-apríl. Af honum var það ekki að því að Trump baðum að honum yrði frestað vegna Íransstríðsins, þannig að þetta ekki heimangengt. Þannig að það nú svona megin stýringi frekar en fyrst og fremst tilviljun hygg ég á. Albert Jónsson, sérfræðingur í utanríkis- og öryggismálum, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta allt saman fyrir okkur. Takk. Og við snúum okkur að allt öðru. Því nýtt tengivirki flytur 5 sinnum meira rafmagn í gagnaver Vern á Ásbrú en áður. Framkvæmdastjóri segir þetta lið í uppbyggingu vegna gervigreindar. Þetta tengivirkið, það stærsta í einkaeigu á landinu. Hlutverk tengivirkis að setja rafmagnin á flutningskerfi raforku eða taka það þaðan út. Og það breytir líka spennu rafmagnsins og stýrir flæði þess. Og þetta tengivirki sem að teki í notkun með viðhöfn í dag engin smá smíði. Þá erum við að fara úr núverandi tengivirki sem upp á 45 megawatt yfir í þetta nýja tengivirki sem hefur hámars afkastagetu upp á 240 megawatt. Með þessari viðbót hægt að byggja upp innviði fyrir gervigreind en notkun hennar hefur aukið eftirspurn eftir þjónustu gagnavera. Og má segja kannski einhver leyti að þetta tengivirki sem við erum að taka í notkun í dag hluti af því að við erum að undirbúa okkur fyrir það sem koma skal. Við leiðum kannski ekki hugan að því dagsdaglega en það að taka upp símann, sjá gögn í rauntíma og fá nýjustu fréttir upp á skjáinn, öll þessi þjónusta, hún tengist starfsemi gagnavera.
Gagnaver Vörn í 4 byggingum á Ásbrú sem eru samtals 35.000 fermetrar og meðal viðskiptavina eru alþjóðleg fjármálafyrirtæki, ýmis stór fyrirtæki á borð við BMF og margir þeirra setja græna eða sjálfbæra orku sem skilyrði. Og það farið að skipta meira máli í ákvörðun fyrirtækja sem eru að velja sér hvaða staðsetningu þeir eru að velja að setja sína gervigreindar innviði. 50 starfa hjá Vörn, auk hátt í 200 verktaka. Með nýja tengivirkjuna viðbúða þeim fjölgi og bæjarstjórn í Reykjanesbæ fagnar því. Það skiptir miklu máli fyrir sveitarfélagið og atvinnulífi á Suðurnesjum að gagnavers iðnaðurinn geti þróast áfram og fleiri gagnaver hugsanlega komið. Gæti Reykjanesbær orðið einhvers konar gagnaversgarður Íslands? Það kemur vel til greina þegar Suðurnesja lína 2 er komin í gagnið og við höfum nóga orku fyrir þessi fyrirtæki. Forsætisráðherra Indlands fagnaði því á leiðtogafundi með forsætisráðherrum Norðurlanda í dag að tengsl landanna væru sífellt að styrkjast. Í ræðu sinni notaði hann orðið samband sem hefur svipaða í merkingu í íslensku og hindú. Leiðtogafundurinn var í Ósló í dag. Á blaðamannafundi eftir hann nefndi Móti að fjárfestingar Norðurlandana á Indlandi hefðu aukist 200% síðustu ár og viðskipti fjórfaldast. Þá fagnaði hann aukinni samvinnu í umhverfismálum með því að sameina þekkingu Íslands á jarðhita og sjávarútvegi og allra ríkjanna á hafinu væri hægt að tryggja bjartari framtíð. Í ræðu sinni notaði Móti orðið samband sem hefur svipaða merkingu í íslensku og hindi. कई नॉर्डिक भाषाओं में संबंध का शब्द का अर्थ कनेक्शन, रिलेशंस, एक बॉन्ड, हिंदी में भी संबंध का अर्थ यही है। यह केवल शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है। This is such a purely Icelandic word, and people will be very devoted to this language, Prime Minister Modi, because this is what people need. They need more samband today. Indland í 150. sæti á lista yfir mannréttindi í ríkjum heims. Forsætisráðherra Noregs var inntur eftir því hvort þau mál hefðu verið rætt í heimsókninni. Ja, altså, vi har tatt opp det at vi har ulike syn på en del slike spørsmål, men det er ikke syn som er slik at ikke vi kan snakke om dem. Og for Norge norske standpunkter jo kjent i forhold til ytringsfrihet, de internasjonale reglene som gjelder også for det, FN-charter og så videre. 16 af 48 laxeldistöngum sem á að reisa í Vestmannaeyjum hafa verið teknir í notkun. Eldið á að skapa yfir 100 störf og laxinn þegar komin á matseðilinn hjá veitingastöðum í eyjum. Landeldisfyrirtækið Laxey hefur reist seiðaeldisstöð við höfnina í Vestmannaeyjum og 16 laxeldistanga í Viðlagafjöru. Þetta þó einungis þriðjungur af þeim töngum sem eru á teikniborðinu. Og gerir ráð fyrir allt verið klárt það bil 2032 eitthvað svoleiðis, þá með vinnslu upp á 42.000 tonn á ári. Eldið byrjar í seiðastöðinni þar sem seiðin þroskast þar til þau eru orðin það bil 100 grömm að þyngd og þá eru þau flutt í eldistangana. Og það tekur það bil ár að ná 5 kíló að stærð og eftir það eru þau sett í slátrun, þannig að við erum að búa til 5 kílóa lax á það bil 2 árum. Í seiðastöðinni vatnið stöðugt endurnýtt, enda vatn af skornum skammti í eyjum. 99% af sama vatnið í hverri hringrás. Vatn auðlind og það þarf að fara mjög vel með það. Engin hreinsiefni eða sýklalyf eru notuð við hreinsun vatnsins. Við erum með bara náttúrulegar hreinsanir. Við notum bara bakteríur sem að lifa á úrgangi seiðanna. Þetta eiginlega bara svo náttúruleg hringrás innan kerfisins. Við notum engin lyf, engin sýklalyf eða svoleiðis. Laxeldið á að skapa yfir 100 störf til framtíðar. Við erum nú þegar akkurat 100 sem vinna hjá Laxey. Við gerum ráð fyrir að þetta mjög hægt og bítandi bætast aðeins við. Mögulega kannski lendum við í 150-160 manns. Og það alltaf fyrir utan öll svona hjálöðu störf sem eru svipað fjöldi. Fyrsti fullþroskaði laxinn fór til slátrunar í vetur. Við erum búin að vera með vikulegar
slátranir alveg frá nóvember. Er þetta að kaupa lax frá ykkur á veitingahúsum hérna í Vestmannaeyjum? Já, það er hægt. Það er hægt að kaupa í það minnsta 2 veitingastöðum eins og er. Og að allt öðru, göngufótbolti er ný íþróttagrein sem er verið að kynna víða land. Þar er eðli málsins samkvæmt bannað að hlaupa, það er bannað að tudda og þá má enginn vera í markinu. Þú mátt ekki lyfta báðum fótum samtímis. Það er skilgreiningin. Og síðan máttu ekki tudda og jafnvel að fagna mörgum andstæðingarna. Það er hluti að því. Þetta er svona samfélagsfyrirbyrði. Fyrir hverja er þessi fótbolti? Fyrir alla. Rúnar segir að gönguboltinn sé mjög félagslegur og passi fjölbreyttum hópi fólks, konum og körlum. Ef þú hefur gaman að hitta nýtt fólk og leika þér í léttum hópbolta, þannig sem að bara er ekkert um að fjör. Það er þannig. Og það er engin markmaður? Engin markmaður. Þannig að því við viljum allir hreyfa sig, ekki einhver standi bara fyrir aftan. Daginn 18. til 20. júní verður haldið stórt og mikið göngufótboltamót í Laugardal í Reykjavík. Já, við verðum með alþjóðlegt mót í Laugardalum, Þróttur, og það lítur vel út, það verður mjög gaman. Þetta er ógeðslega skemmtilegt, ég er hræðileg í fótbolta. Ég skoraði samt með vinstri, sástu það? Þetta er rosalega skemmtilega leikur. Þetta er æði og vá, þetta myndi henta svo mikið fyrir fólk sem er ekki tilbúið í svona óbúslega hörku og eins og ég sagði, að misþyrma sjálfu sér og öðrum, heldur bara að hafa gaman. Og meira af íþróttum því Grindvíkingar eru enn að fagna Íslandsmeistaratitli karla í körfubolta sem þeir unnu í Skagafirði í gærkvöld. Leikmenn liðsins komu með bikarinn til Grindavíkur bara núna á 7. tímanum í langri bílalesti svo sést á þessum myndum. Þetta er í 4. sinn sem Grindavík vinnur titilinn en 13 ár eru síðan síðast. Bæjarbúar fjölmenntu og fögnuðu körfuboltahetjunum þegar þeir komu inn í bæinn og síðan var og verður fögnuður í íþróttahúsinu sem stendur enn og á líklega eftir að standa langt fram eftir kvöldi. Nýtt húsnæði Ölduselsskóla í Breiðholti í Reykjavík var formlega tekið í notkun í dag á vorhátíð skólans. Kennt hefur verið í færanlegum kennslustofum síðan miðjan apríl, en miklar framkvæmdir hafa verið við skólan eftir að mygla greindist þar í fyrravor. Nemendur hafa lengi þurft að ganga á milli staða til að sækja nám. Til dæmis voru rúmlega 100 bæði í stærðfræði og íslensku í Seljakirkju. En nú er öldin önnur og kennt í öldunni nýju kennsluhúsnæði Ölduselsskóla við mikla ánægju bæði kennara og nemenda. Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi og Framsóknarflokkurinn í Hafnarfirði unnu sannfærandi sigra í sveitarstjórnarkosningum. Við ræðum við oddvita þeirra. Við kynnum okkur inntökuprófið í slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu. Nei, það er enga súlu á slökkvistöðum. Við bara löpum niður stíðan. Og við skoðum innrás slátturóbotana. Þetta er náttúrulega meira heldur maður sílur. Ég ætla ekkert að læra á það. Nei. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður norðaustlæg átt víða 5 til 13 metrar á sekúndum, rigning eða súld á austanverðu landinu og líkur á þokulofti við norðurströndina, en lengst af létt skýjað á vesturhelmingi landsins. Hiti verður á bilinu 5 til 16 stig að deginum og það verður hlýjast suðvestan til en svalast fyrir austan. En við ætlum að fara nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttum þar sem nýjir Íslandsmeistarar í körfubolta verða í aðalhlutverki. Grindavík varð í gærkvöldi Íslandsmeistari karla í körfubolta í 4. sinn. Liðið lagði Tindastól og Sauðárkrók í 4. úrslitaleik liðanna. Það er eitthvað svona ólýsanleg sæluvíma sem að hellist yfir mann sem ég bara erfitt að lýsa. Það er mörg að huga fyrir sjálfboðaliða íþróttafélaga þegar úrslitaleikir fara fram. Leikirnir eru mikilvæg tekjulind liðanna. Hvað seljið þið marga hamborgara og drykki á leikdegi eins og þessum? Óteljandi. Og Arsenal er einum sigri frá því að verða enskur meistari í fótbolta. Úrslitin gætu ráðist í kvöld þegar Manchester City spilar. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum telur að rétt hafi verið farið að þegar lögregla beitti rafbyssu á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni í gærdag. Hann brenndist illa. Atvikinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu. Oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins í Reykjanesbæ ætla ekki að taka á móti fleiri hælisleitendum í bæinn. Þeir eru langt komnir með myndun nýs meirihluta í bæjarstjórn. Rússlandsforseti kom í opinbera heimsókn til Kína í dag. Það hefur verið gestkvæmt hjá Kínaforseta síðustu mánuði og stuttar síðan Bandaríkjaforseti heimsótti hann. Gagnaver Vern á Ásbrú fær 5 sinnum meira rafmagn en áður með nýju tengivirki sem tekið var í notkun í dag. Bæjarstjórinn segir líklegt að gagnaverum þar fjölgi. Göngufótbolti er fyrir alla, segir þjálfari hjá Þrótti sem hefur ferðast landið og kynnt þessa þægilegu íþrótt. Hún henti sérstaklega vel þeim sem komnir séu af léttasta skeiði. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Það er næstu fréttatími hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is allan sólarhringinn og það má alltaf senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum hins vegar að segja þetta gott á sinni og þakka ykkur samfélgina það sem afir þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Eurovision og pólitík, finnsk heimildaþáttaröð. Hvernig birtist pólitík í ópólitískri keppni? Pólitík hefur alltaf verið samofin Eurovision þrátt fyrir bann EBU við hverskins pólitískum yfirlýsingum í keppninni. Fjallað er Eurovision sem vettvang stjórnmála, skoðana og mótmæla. Hönnunarsögur. Sænskir heimildaþættir brauðdreifindur í hönnun, arkitektúr og tísku. Í hverjum þætti er ákveðin klassísk hönnun tekin fyrir og samtíma hönnuður kynnir sér hana nánar.